Já. Ég ætla að byrja á því að segja ykkur frá sníkjudýradeildinni hér á Keldum. Hún var eiginlega stofnuð með Sigurði H. Richter hérna 1971 og það eru 4 manneskjur sem hafa unnið þarna svona í föstu starfi. Nýjust í hópnum með Guðni Rudd sem heldur hérna næsta fyrirlestur, en við Mattías erum þarna undir handarjaðri Sigurðar H. Richter. Fermingarmyndir af Sigurði. Nú, hvaða sníkjudýr hafa verið? Já, það sem ég ætla að segja ykkur frá er að langar að nefna það aðeins hér að hvaða sníkjudýr hafa verið staðfest í hundum og köttum á Íslandi og fara þá yfir þekkinguna bara fyrir og síðar. Hvað við höfum fundið hérna í einhverjum stöðvunum hérna í Hrísey og Höfnum á síðustu áratugum, fara sérstaklega í þær tegundir sem að taldar eru að hafa borist í innlend kynsystkini frá hundum og köttum eftir að einangrunarvistinni lauk. Hvaða tegundir það eru sem að hingað geta komið með ferðalöngum eða dótinu sem að ferðalangar bera með sér, og aðeins að nefna það tegundir sem að við leitum ekki að hér á Íslandi, sníkjudýr í blóði, vefjum, líffærum og svo framvegis, og svo langar mig aðeins að koma með smá predikun í restina. Aðeins að fara yfir þær rannsóknir sem að hafa verið gerðar á sníkjudýrum hunda og katta. Skulum stilla klukkuna til ársins 1863, þá kom hingað danski læknirinn Harald Krabbe, hann krufði hérna 100 hunda og 31 kött, og þetta var gert í tengslum við rannsóknir á Sullavík í mönnum sem var afskaplega útbreitt vandamál á Íslandi. Það var talið að 15 þjóðarinnar væri með sull. Hann var sem sagt sannkallaður frumkvöld sníkjudýrarannsókna á Íslandi. Svo tók Páll Agnar Pálsson til við upp úr miðri öldinni. Þá fór hann að sinna þessum málum og hann og samverkafólk hans krufðu 200 hunda á árunum 1950–60. Þetta voru fyrst og fremst bandormarannsóknir. Síðan lagði Sigurður H. Richter grunn að sníkjudýradeildinni 1971. Mattías byrjaði þarna 1976 og ég kom þarna nokkrum árum seinna, og Guðni Rudd, hún byrjaði hérna 2016. Og við höfum nú, eins og mörg eitthvað vita, kennt dálítið mikið niður í líffræðideild og læknadeild og víðar. Það hafa verið unnin hérna allmörg námsverkefni og sumir dýralæknar, kollegar ykkar sem að hér eruð, hafa rannsakað sníkjudýr, og ég nefni þar sérstaklega Eggert og Helgu Finns, dóttur. Nú saman höfum við búið til allgóðan þekkingabanka og það eru þekktar 33, við höfum skrifað hérna 33 greinar sníkjudýr í hundum og köttum. Við byrjum hérna neðst niður á grein sem að þið þekki nú mörg hver þessar niðurstöður eða rannsóknir. Það er svokölluð sandkassagrein, þar sem að Heiðdís Smáradóttir fór og skoðaði í sandkassa hérna á Reykjavíkursvæðinu. Við höfum sinnt óværa köttum, seilatíela, mítlum, refa, bandormurinn, hárserkjamítlar, kryptosporudýrum, refasníkjudýr, og svo höldum við áfram vöðvasullur, nýrsullur í sauðfé. Þetta eru Ixodes ricinus, greinar sem að Sigurður Richter hefði forgangum að skrifa, og greinar sem að Mattías hefur skrifað hér breiða bandorm í hundi, hundalús, vöðvasullin. Við höfum saman skrifað Strongyloides stercuralis, eins og ég ken kannski betur að á eftir, og fleiri hafa skrifað hérna þetta. Þannig að við höfum all mikla ritaða þekkingu tiltæka þessi sníkjudýr á Íslandi í dag. Nú, nýverið sendum við grein í Icelandic Agricultural Sciences
sem heitir Parasites of Dogs and Cats Imported to Iceland during 1989 to 2017 with remarks on parasites occurring in the native populations. Þetta eiginlega grein sem að þessi fyrirlestur nokkurn veginn búinn til upp úr, og ef hann verður fyrir gegnum ritrýningu þá kannski kemur hann í ljós svona einhvern tíma þegar líður á árið. Aðeins að fara í aðferði við sníkjudýrarannsóknir. Það handla mjög oft sem að farið í heildarskoðun á dýrum sem hreinlega aflífuð þó þau séu falleg, og oft það nú sem að þau eru dauð og þau eru krufin, og þá farið í að skoða alla vefi og öll líffæri. En yfirleitt nú farin styttri leið í því, eins og hér sjáum við, hér hundasáljús. Oft með því að horfa á sníkjudýrin þá sjáum við hvað þetta kvikindi að gera. Þið þurfum ekki lengi að horfa á þennan blóðdropa inn í kvikindinu til þess að sjá að þarna á ferðinni dýr sem að greinilega var að sjúga blóð. Nú, auðveld leið og mjög árangursrík oft á tíðum að skoða saurssýni með svokallari botnfellingaraðferð. Þá leitum við og greinum þolhjúpa einfrumunga og finnum eggin, og þið sjáið að það mjög ólíkt útlit á þessu. Við að horfa hérna á giardíu sem þolhjúpur, við að horfa hérna á koksidíu eða hnísil sem að lítur svona út, og engin ástæða til að rugla honum saman neitt við bandormsegg. Þið sjáið litlu krókana hérna í vöðvasulls bandormseggi. Hér niður eru 3 tegundir þráðorma, spólormur, kapillaría og svipuormur. Þannig að þetta eiginlega það sem okkar tækir þegar við erum að greina svona sníkjudýr. Við styðjumst við útlitið, og svo önnur aðferð sem við notum dálítið mikið, sérstaklega núna seinni árum eftir að þráðormslirfur hafa verið að koma hér inn á borð. Það svokölluð aðferð Bermans sem að felst í því að við tökum 10-20 grömm af saur, setjum inn í grísju og setjum hérna í svona kampavínsglas. Það hægt að nota þau ýmislegt fleira heldur en að drekka úr kampavín. Og lirfurnar í skítnum þær falla hér niður til botns, og síðan það útlitið sem við greinum. Þið sjáið til dæmis að þið horfa aftur endan hérna á angiostrongylaus. Þetta tilfelli sem að hér kom í hús núna bara fyrir nokkur mánuðum. Aftur endin á þessum lirfum allt öðruvísi heldur en aftur endin á strongyloides lirfunum sem að við komum betur að hér á eftir. Þá nú komið að latínunni. Þetta langur listi og alltaf svolítið erfitt að ákveða hvernig þú ætlar að segja frá svona niðurstöðum. En við skulum aðeins átt okkur á því að það eru 2 litir hérna á töflunni. Það eru annars vegar svartlitar núlifandi landlæga tegundir, og síðan þær sem að eru ekki lengur til staðar. Það við vitum. Þetta allt 26 tegundir. Og við förum í flokkunarfræðilegri röð yfir þetta. Byrjum á svipudýrum eins og giardíu, síðan við erum með 4 tegundir af hníslum, það engar ögður. Við erum með nokkuð af bandormum, þar sjáum við strax að 4 tegundir eru útdauðar en nokkrar aðrar til staðar, og það kannski Teniovis fremst á blaði. Þetta tegund sem í refnum, mjög algeng, en getur farið yfir hunda, og þetta eru bandormategundir sem eru aðalega að koma hér úr fiskjetandi fuglum, en geta farið yfir í hunda, og það eru dæmi um það. Síðan eru það þráðormar, það eru spólormarnir, og síðan kapillaría og strongyloides stercoralis sem ég tek betur fyrir og eftir. Svo óværa hérna, það sem eftir lifir
af listanum. Það eyrnamítill og síðan Demodex canis, Seilatiella jaskúri, flösumítill sem ég tala betur á eftir. Síðan eru það blóðmítlar sem eru ekki að staðaldri á Íslandi, hafa dúkkað upp eins og ég kem betur á eftir. Bæði blóðmítlar, naglis, sólis og flær. Og samsvarandi fyrir ketti erum við með núlifandi 9 tegundir og 3 þeirra lifa ekki í dag, það við teljum. Þetta eru frumdýr, svipuð frumdýr. Hér Toxoplasma gondii, ég bendi sérstaklega á það því að það, þó ég get ekki farið mikið í það, þá það sníkjudýr, þá það verulegur skaðvaldur sem hérna hefur hrjáð bæði menn og búsmala í gegnum tíðina. Hvar ég? Það eins gott að íta á réttu takkana hérna. Hér eru spóluormar, sömu spóluormar, sami spóluormur en annar og eru í hundunum, og síðan eru mítlar, blóðmítlar og naglis. Við komum betur að þessum tegundum á eftir. En förum nú aðeins yfir í einangrun og innflutningin á hundum og köttum. Það hafa verið flutt inn 722 dýr fram að síðustu áramótum á þessum 28 árum sem einangrunarstöðvar hafa verið starfræktar á Íslandi. Þessi dýr hafa komið frá 67 löndum, flest þeirra eru frá Evrópu, 38 Evrópulöndum, og helmingurinn af öllum þeim eru frá Norðurlöndunum, Danmörk, Svíþjóð, Finnland, Noregur. Tæplega 15 frá Norður-Ameríku, aðalega frá Bandaríkjunum, Norður-Ameríku og Kanada, og 3%, takk eftir því, eru frá öðrum löndum, og þau eru í Asíu, þau eru í Afríku, þau eru í Suður- og Mið-Ameríku og Eyjaálfu. Hugmyndaflugið sem íslenski gæludýraeigendur hafa í því hvað við geta náð í fallega hvolpa eða kettlinga, það er engin takmörk sett með þessa töflu, og þið sjáið náttúrulega í hendi ykkar að þessi dýr hafa átt afskaplega langa ferð mörg hver að baki áður að koma til Íslands. Og sömuleiðis að þetta dýr sem hafa verið í snertingu við smit eiginlega alla heim, sem sagt heimsfánuna af hunda og katta sníkjudýrum. Það það sem við megum vona á hér á Íslandi. Og ef við kíkjum á tegundirnar sem við höfum fundið hér í einangrunarstöðum, þá eru þær 23 í hundum, og þetta að hluta til sömu tegundir og ég var að fara í áðan. Svipudýr, hnísildýr, ögður, bandormar, þráðormar, mítlar, naglis, sólis og flær. Og ég kem betur að þessum tegundum, það ekki hægt að fara í þær alla hverja fyrir sig, en ég kem betur að þeim á eftir, sömu þeirra. Og þetta listinn af 14 tegundir sem við höfum fundið úr greint í einangrunarstöðum og semstu köttum sem hafa komið í einangrunarstöðar. Nú við skulum horfa aðeins á þennan lista aftur. Þetta rauðlitað eru tegundir sem eru taldar hafa borist hér í gegnum einangrunarstöð. Það eru 5 í hundum, hafa komið úr hundum, og 1 úr köttum. Strongyloides stercoralis er ein af þeim. Þetta er tegund sem tekist hefur að útrýma, þetta sem best við vitað. Það eru 3 mítlategundir hérna sem hafa orðið landlægar, og við teljum að hafa komið í gegnum einangrunarstöðvar, og síðan er hér ein tegund sem tókst að útrýma, og sú tegund sem kom með köttunum er Seilatiella parasitovorax, en henni tókst að útrýma. Aðeins að taka þetta saman, þá eru 10,7% hunda og 4,2% katta með 1 eða fleiri sníkjudýr þegar þau mæta í einangrun.
Bandormar og ögður eru fáséð og það vegna þess að það skylda að gefa dýrunum bandormalyf áður en þau koma hérna og bandormalyf drepa líka ögður, þannig að þess vegna erum við með lítið af ögðum og bandormum þegar að dýrin koma hér í einangrunarstöðvar. Þetta vegna þess að ég talaði sullaveikina rétt aðeins í byrjun, það eimir enn sem betur fer eimir eftir að hræðslunni við Echinococcus granulosus og ekki kannski síður Echinococcus multilocularis sem við viljum alls ekki fá hér inn í landið. Þessar tegund var útrýmt með ærinni fyrirhöfn. Nú, aftur á móti eru frumdýr og þráðormar kannski þær tegundir sem við erum oftast að finna og svo merkilegt sem það nú þá ekki krafist þess við innflutning dýra að þau séu meðhöndluð með þráðormalyfjum. Það kannski skýrir málið eitthvað. Nú eins og ég sagði áðan, það býður flutningu frá öllum heimshornunum upp á aðflutning eiginlega meira og minna heimsfánu, hunda og kattasníkjudýra. Og ég sló á Bock og Súpere sem að þýskumælandi dýralæknar og líffræðingar kannski þekkja. Þar eru nefndar 100 tegundir hundasníkjudýr og 75 kattasníkjudýr bara fyrir kaflan yfir tegundirnar sem eiga að koma fyrir í Mið-Evrópu. Og ef við berum okkar tölu 16 í hundum og 9 í köttum saman við þessar tegundir þá einungis lítið brot af þessum tegundum til staðar eða hafa verið staðfestar á Íslandi. Og á því eru ýmsar skýringar. Blóðsníkjudýr eiga að koma alltaf til með að eiga mjög bágt á Íslandi. Það skordýrafæðin, vektorarnir, milli eða lokahýslar, hvort sem það nú koma í veg fyrir það, þannig að það eru ýmsar skýringar á þessu. Nú, við leitum ekki að öllum sníkjudýrum þegar þau koma til landsins. Við erum fyrst og fremst að hugsa yðrasníkjudýr og svo tökum við óværu tegundirnar þegar þær eru gómaðar af fólkinu sem kemur auga á það sem starfar í einangrunarstöðvum. Nú, það ekki leitað sérstaklega líffærum, sníkjudýrum í líffærum, það ekki skoðuð blóðsníkjudýr og það engin launung á því að það geta leynst í lifur sníkjudýr sem við vitum ekkert af, í nýrum, þvagblöðrum, benda hérna á Capillaria plica, ég fann hann bara, greindi hann í fyrsta sinn í síðustu viku í þessum þvottabirni sem ég var að rannsaka. Þetta að þú skerði ekkert þvagblöðruna úr dýrum til þess að tékka hana sérstaklega af þegar að dýrin kom í einangrun. En það gátum við með þennan þvottabjörn, þess vegna var hægt að greina sýkingu í þvagblöðru. Sama með önnur, þú kíkir ekkert inn í dýrin til þess að athuga hvort það séu bandormslirfur. Þú opnar ekki lungun, ferð ekki að kíkja í hjarta eða blóðrás og það eru fullt af sníkjudýrum sem að geta lifað og sama á við húðina stoðvef vöðva, trichinella, það næsta erindi sem maður verður talað hér. Við erum ekki að taka neina biopsíur til þess að athuga hvort dýrin sé með trichinella. Það eru 3 tegundir, eða reyna 6 tegundir sem við teljum að hafa borist í gegnum einangrun. 3 hefur verið útrýmt og gaman, rockabilly. Við skulum tala fyrst Trichodectes canis sem hundanaglúsin, hún fannst hérna 1992 og persakattaflösumítill sem var hér að hrjá persaketti á ára 1995 og 6. Við Helga Finns og Jón Hjaltalín Ólafsson skrifum smá pistil þetta kvikindi í Læknablaðið. Þessum óværutegundum hefur verið útrýmt með lyfjagjöf
og raunar Strongylóvíti sterkur aðeins líka, aðeins farið við það. Því ég fer yfir þetta hundavaði þá bendi ég á það að við Matthías skrifuðum nýlega grein sem birtist í Icelandic Agricultural Sciences 2016 þetta tilvik eða tilfelli þegar Strongylóvítis náði fótfestu á Íslandi. Hann talinn hafa borist inn á hundaræktunarbú strax árið 2008 og auðvitað með innfluttum hundi. Við vitum ekki hvað það var sem fór úrskeiðis, sennilega þó eitthvað varðandi meðhöndlun dýrsins í einangrunarstöðinni, en þar ýmsir möguleikar í stöðinni sem að best spekulera ekkert alltaf mikið í. Þetta staðreynd sem gerðist og það magnaðist smitt upp á tilteknu hundaræktarbúi. Samt liðu nokkur ár þangað til að ormurinn var staðfestu, það var 2012 og það gerist raunar ekki fyrir hann var farið að selja fárveika hunda út af búinu sem ormurinn var greindur í, og það var farið út í markvissa og geysilega flotta vinnu held ég af viðbragðsaðilum þeim sem ætla að vera að taka á svona vandamálum þegar svona kemur upp. Það voru eltir uppir hunda frá búinu, þeir voru meðhöndlar og hafa tekið sýni hvað eftir 20 mínútur. Ég hafnaði. Þeir voru eltir upp og meðhöndlaðir og þetta fannst síðan sem sagt á búinu í nóvember 2015 og við vorum eitthvað búin að skoða held ég 15 sinnum held ég frá þessu búi og höfum skoðað nokkrum sinnum eftir 2015 og höfum ekki fundið sníkjudýri, þannig að ég held að samstillt átak okkar hér á Keldum og samvinnan dýralækna hafi orðið til þess að það tókst að útrýma þessu kvikindi hér innanlands. Þetta súna, þetta getur farið í menn, þannig að það eins gott að vera vel. Svo eru þessar 3 tegundir sem eru hér enn landlægar og væntanlega, svo sem vitum það ekki, en við teljum líklegt að þeir hafi komið með einhverju móti í gegnum einangrunarstöðvarnar. Það kannski best að byrja á þessum Pneumonitis canínum. Þetta tegund sem fannst fyrst á dýraspítalanum árið 2012, dýraspítalanum í Garðabæ, og ljósmyndin hér frá starfsmönnum stöðvarinnar komin. Við vitum ekki hvernig tegundin barst til landsins, en það langlíklegast að hann hafi komið í nösum á einhverjum hundi, það langlíklegast, en við getum ekki staðfesta eða fullyrta. Við vitum líka mjög lítið útbreiðsluna, en samkvæmt dýralæknum, sem ég ætla ekki að nafngreina sérstaklega, þá eru alltaf af og til að sjást tilfelli á Reykjavíkursvæðinu sem gætu bent til þess að þarna væri kvikindi á ferðinni. Svo eru 2 tegundir, það þessi hundaflösumnítill sem fannst fyrst 1996, hann alltaf af og til að finnast. Hann sjaldnast staðfestur, það eru flösueinkennin sem menn láta kannski duga til þess að meðhöndla. Við á Keldum fáum þetta kvikindi mjög sjaldan og þegar við fáum sýni þá eru yfirleitt ekki nógu vel tekin, þannig að það geti gefið falskt jákvætt svar. Yfirleitt taka dýralæknar og lítil sýni á óværu sýni handa okkur, komum því hérna á framfæri. Svo er það Demodex canis, þetta hálfserkjarnítill hundana, hann kom hérna 1992 og fór hér stundum sérstan á Boxer og Pup, og við Helga Fils við skrifum greinu þetta í Náttúrufræðinginn bara strax eftir að hafa búið að greina þetta kvikindi hér í fyrsta sinn, og hann hérna viðlofandi ennþá eins og þessi mynd sem Helga Finnsdóttir tók sýnir glögglega. Sum sníkjudýrin þau ekki að koma með hundunum, ekkert endilega með hundunum eða köttunum sjálfum. Þau geta komið okkur, gestum okkar, dótinu sem við erum að flytja inn. Og dæmið það brúni hundamítillinn sem við sjáum hér, hann hefur
af og til fundist og náð hér tímabundinni fótfestu, en alltaf það staðbundin hafi verið hægt að útrýma honum. Hundasólísin, hún fannst hérna 1989 og svo aftur 2007, og kattarnaglúsin fannst stundum á köttum hér á 8. og 9. áratugnum, en hún ekki sést í áratugi, þannig að ég held að hún sé nú ekki mikill skaðvaldur lengur. En hunda- og kattaflær, þær eru alltaf af og til að koma til landsins. Nú, ályktanir, ég nefni það aftur að það að útrýma sillaveiki á Íslandi er einstakur árangur á heimsvísu og við skulum verja þá stöðu. Fjöldi sníkjudýra lifir í eða á hundum vítt og breytt heimsbyggðina. Nú, ég hef lítið farið í sjúkdóma en margir eru hinir mestu skaðvaldar sem að veikja eða jafnvel drepa hýsla sína og stundum fara þeir í eigandurna líka. Og lítill hluti heimsfánunar er til staðar í hundum og köttum á Íslandi. Ég held að það sé ljóst af þessari upptalningu og þessum samanburði. Svo vil ég nefna það að það hefur tekist vel til við að hindra aðflutning nýrra sníkjudýra til landsins. Það sem ég hef verið að lýsa hérna lýsir í sjálfu sér mjög öflugu starfi og góðu starfi þeirra sem er í því að hindra innflutningin á þessum kvikindum. Og benda á það að yfirleitt hefur tekist að útrýma þessum sníkjudýrum sem að þó hafa borist inn í landið á seinni árum, og við hefum búin á það við mjög sérstakar aðstæður og ég held að við eigum að hagnýta okkur möguleikuna sem einangrun landsins býður upp á við sjúkdómavarnir, og ég bara ítreka það að við skulum setjast vel niður og hugsa okkur að ganga áður en við förum að slaka eitthvað á gildandi innflutningsreglum. Við erum með flotta stöðu í landinu í sjálfu sér. Íslenskir hundar og kettir eru lítt þjakaðir af sníkjudýrum að það getur breyst yfir nótt, og tökum ákvarðanir á fræðilegum en ekki tilfinningalegum forsendum. Takk. Spurningar til Kalla? Kæra þakka, Kalla. Ég meina, þú nefndir fullt af aðferðum sem þið notuðu ekki þegar að skoða leitast í sníkjudýrum í innflutning og finnst þér að þetta breyta því? Finnst þér þetta herða að auka rannsóknum? Eða nefndi það ekki íslutamáli? Það var náttúrulega skjóta á alla saman og skoðið áblaður. Nei, þetta er sko, við erum náttúrulega fyrst og fremst að hugsa kvikindi sem geta farið yfir í okkar dýr og smita þau. Þó að við vitum það að fullt af þessum 5.000 dýrum eru með eitthvað sníkjudýr sem við höfum ekki greint. En svo gott, þegar að viðkomandi einstaklingar deyja þá bara deyr sníkjudýrið út vegna þess að það hefur engan sérst að vanta millihýsla eða lokahýsla eða hvað hann vel til þess að lífsferillinn geti viðhaldist. Þetta er allt spurning. Við sjáum það að við erum mjög konservatífir í þeim aðferðum sem við erum að nota. Við erum ekkert með neinar ónæmisfræðilegar athuganir eða neitt slíkt. Við höfum unnið mikið í morfólógíu eins og myndirnar okkar sína hérna. Já, það sem var alltaf hengdur svona suðlæri slóðum. Til dæmis fannst úr hundi sem kom á Finnlandi hingað. Hafa þessi norðlægari lönd önnur eitthvað tekið markað, sem voru þetta náttúrulega súna sem þeir getur vart í hjartafólkinu og slíkt. Eða er það bara að því við erum alltaf að skoða þessi dýr sem að koma, að þessum að sjá hérna, en hinn bara búin að spila þessi koma? Nei, ekki aldeilis. Málið er það bara, ég man eftir ég fór lent inn svona ráðstefnu út í Svíþjóð með konur sem að vinnur einmitt á að sjá strangilóvítir fyrir hönd Svíar. Og ég sagði henni, við erum með 6 tilfelli af strangilóvítir á Íslandi sem við höfum stoppað hérna við innflutning, og hún vissi ekki. Hún vissi og sko, hún vildi fá að vita úr hvaða kennilum þetta að koma, en ég meina, við erum bara flottar eða við greinum þetta. ég er svo góð. Nei, þetta er eftirlitið, það er þetta stranga eftirlit sem... Þau
Nei, en það þetta stranga eftirlit sem að sem bara að skila sig hér á Íslandi. Spurning hérna? Mér langar að spyrja, ástæða til að gera greiðaninn á hvaða hundar kettir að koma í innflutning, hvaða löndum eða landsvæðum eða álfum og taka eitthvað harðsað á sunnum? Það alls ekki. Við höfum svo sem ekki analýsera gögnin kannski með það í huga en Þið gætu gert það, við ekkert mál að analýsera, það engin eiginlega, sko, þetta svo jafnt dreift, við erum að passa þetta alls staðar. Nú, af því að ég fyrst með þessu í fjöldaða, þá veit ég að Austur-Evrópa hefur komið sterkt út. Þeir hafa verið að koma með, það ýmislegt ómeðhöndla þar sem að flytjast með hundar hingað til lands. Ég sé mest hættan þegar að þú tekur einhverja hundur á Austurflokkinu, setur á einhver bíl og selur það á bensinstöð í Noregi. Það ég að segja eitthvað sem við þurfum að taka á þannig veit ég að Strangilóitis var að koma til Íslandsbyggðans einu sinni. Upprunnin í, hvaða landið það var. En á hinum megin landamærin þá bara sænskir kennarar að unga út Strangilóitis. Og þeir veit ekki það. Eða við vitum ekki að því að þeir vita því. Fleiri spurningar? Var ekki búið að hérna? Já. Gerið barumann á öllum? Hvað segir þau? Gerið þessar barumann rannsókn? Við höfum gert hana á öllum hundum sem að við höfum skoðað síðan að Strangilóitis kom upp á Íslandi. Við höfum búin að gera 1000 svona rannsóknir. Það kom Karli aftur fyrir. Og næst þá Guðný Ruth Páls.